Komið sæl og velkomin heim í stofu. Ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 2. október er 16. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og þema dagsins er hin sterka huggun eða dauðinn og lífið. Í lexíunni hrópar Jesaja til drottins í þrengingum og neyð. Í pistlunum skrifar Páll til safnaðarins í Efesus úr fangelsi og í Guðspjallinu reisir Jesús ungan mann upp frá dauðum. En við skulum byrja þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Og heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Lúkasi. Skömmu síðar bar svo við að Jesús hélt til borgar sem heitir Naím. Lærisveinar hans fóru með honum og mikill mannfjöldi. Þegar hann nálgaðist borgarhliðið þá var verið að bera út látinn mann, einkason móður sinnar sem var ekkja. Og mikill fjöldi úr borginni var með henni. Og drottinn sá hana, kenndi hann í brjósti hana og sagði við hana, grát þú eigi. Og hann gekk að og snart líkbörurnar, en þeir sem báru námu staðar. Þá sagði hann, ungi maður, ég segi þér, rís þú upp. Hinn látni settist þá upp og tók að mæla og Jesús gaf hann móður hans. En ótti greip alla og þeir vegsömuðu Guð og sögðu, spámaður mikill risin upp meðal okkar og Guð hefur vitjað líðsins. Þessi fregnum Jesú barst út alla Júdeu og allt nágrennið. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þemað í dag er hin sterka huggun, dauðinn og lífið. Málvenja okkar víxlar yfirleitt þessum orðum. Við tölum lífið og dauðan en ekki dauðan og lífið. En hér er lífið, eilífa lífið. Lífið eftir dauðan. Það er hin kristna von að fyrir trú er okkur lofað nýju lífi í ríki Guðs. En einnig að trúin á Krist gefur okkur nýtt líf og nýtt lífsviðhorf hér á jörð. Og í þeim skilningi erum við endurfært í þessu lífi. Hinn gamli maður deyr og við byrjum nýtt líf. Páll skrifaði í bréfinu til Rómverja, eða vitið þið ekki öll sem erum skírð til Jesú Krists, að við erum skírð til dauða hans. Við erum því dáin og greftruð með honum í skírninni. Og eins og Faðirinn vakti Krist frá dauðum með dýrðarmætti sínum, eins eigum við að lifa nýju lífi. Og hér er hið nýja líf einnig í tvennum skilningi, því að eftir að við tökum á móti Kristi, lifum við ekki aðeins nýju lífi hér á jörð, heldur einnig eftir dauðan í ríki hans. Í Guðspjallinu reisir Jesús ungan mann upp frá dauðum. Jesús er á ferð með lærisveinum sínum og með þeim er mikill mannfjöldi. Er þeir mæta útfarar athöfn ungs manns. Móður hans var ekkja og hann var hennar eini sonur. Hún gæti hafa 8 dætur en hann var hennar lífsbjörg. Hann var sá sem átti að hugsa hana í ellinni. Jesús fann til samúðar með henni, kannski hugsaði hann til móður sinnar. María móður hans myndi brátt missa sinni eina son. Grát þú eigi, sagði Jesús og snerti líkbörurnar, en það voru orð hans, ungi maður, ég segi þér rís þú upp, sem reistu unga mannin upp. Í Lúkasi eru 2 aðrar frásagnir þar sem einkabörn koma við sögu. Jesús reisti dóttur Jairusar frá dauðum og gaf syni manns nýtt líf en hann var haldinn illum anda. Eftir hvert kraftaverk sem Jesús gerði fór fréttin eins og eldur í sinu héruðin. Það er erfitt að segja til hvort fólki trúði í hjarta sínu að Jesús væri sonur Guðs. Því að eftir því sem við hugsum meira það, þá er það svo ótrúlegt að Guð skyldi elska okkur svo mikið að hann skyldi senda son sinn
sem líka er Guð, til að bjarga okkur. Þar fyrir utan hefur fólkið vafalaust gert sér háleitar hugmyndir hvernig Guð ætti að líta út. Og Jesús leit út eins og venjulegur maður. En kraftaverkin voru þannig að hann hlaut að vera spámaður frá Guði. Í þessari sögu er ekkert minnst á að trú einhvers hafi skipt máli. Enginn bað Jesú hjálp, heldur var það eingöngu vegna samúðar sem Jesús reisir unga manninn upp. Hann fann til með móður hans. Samúðin er samofin kærleikanum. Samúð er að finna í hjartanu fyrir sorg annara. Páli postula fannst samúð vera nauðsynlegur hluti af kristnum kærleik hann skrifar: Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppervar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst það ríkir hlýja og samúð, geri þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga. Hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Upprisa þessa unga manns var kraftaverk sem hefur haft áhrif á allt samfélagið í næn. Fólkið vegsamaði Guð og enginn hefur verið ósnortinn eftir þessa reynslu. Í lexíunni skrifar Jesaja einnig dauðan og lífið. Hann skrifar: Drottinn í neyðinni leituðum við þín, í þrengingunum þegar þú refsaðir okkur, hrópuðum við til þín eins og þunguð kona. Og Jesaja lýsir þrautum þjóðarinnar við fæðingu. En segir að lokum muni þjóðin rísa upp aftur, eða eins og textin segir: Menn þínir sem dánir eru munu lifna, lík þeirra rísa upp. Þeir sem í moldinni búa munu vakna og fagna. Í neyð og sorg hrópar hjartað hæst, en vonin veitir ró. Og Jesaja sá fyrir upprisu hinna dánu, að þeir myndu lifna aftur við. Yfirskrift kaflans er sigursöngur og undirheiti er réttlæti Drottins. Því að Guð er alltaf réttlátur. Í gegnum spámenn eins og Jesaja reyndi Guð að rétta stefnu þjóðar sinnar, fá þá til að snúa sér aftur til sín. Jesaja varaði þjóðina við að hún kallaði yfir sig dóm og eyðingu ef fólki sneri sér ekki til Drottins, en hann talaði fyrir daufum eyrum. En Jesaja sá samt fyrir sér friðartíma og spáði fyrir fæðingu Jesú. Pistillinn er úr bréfi Páls til safnaðarins í Efesus. Páll er í fangelsi en biður söfnuðinn að láta ekki hugfallast. Segir heldur þrengingar sínar vera þeim til vegsemdar. Hann skrifar: Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu. Að hann gefi ykkur af ríkdómi dýrðar sinnar að styrkjast fyrir anda sinn, að krafti hið innra með ykkur til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum ykkar og þið verðið rótfest og grundvölluð í kærleika. Mættu þið því geta skilið það að með öllum heilugum hvílík víddin og lengdin, hæðin og dýptin í kærleika Krists er, og að fá að sannreyna hann sem gnæfir yfir alla þekkingu. Bréfið endurspeglar hina sterku huggun í hjarta Páls að kraftur Guðs megni að gera langt umfram allt það sem við biðjum eða skynjum. Páll beygði kné sín, það er að segja sál hans fylltist lotningu fyrir hinu mikla Guði alheimsins sem gefur okkur nýtt faðerni og þannig réttinn til þess að kallast hans börn. Það er fyrirheitið eilíft líf í ríki hans. Það er grundvöllur trúar okkar að fyrir trúna verður Guð almáttugur ekki aðeins okkar himneski faðir
í fjarlægð á himnum, heldur eiginlegur faðir okkar og við börn hans. Þannig verðum við rótföst í kærleika Guðs og frátekin fyrir það eitt að við trúum á Jesú Krist. Eða eins og Jesús sagði, mínir sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir munu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Þetta er hin sterka huggun. Hún felst í því að þó að okkur verði ýmislegt á, þá fyrirgefur Guð okkur það í kærleika sínum vegna trúarinnar á soninn. Ekkert getur mælt eða vegið kærleika Guðs, segir Páll. Hann er óendanlegur, hann gnæfir yfir alla þekkingu. Þema dagsins er hin sterka huggun, dauðinn og lífið. Eins og ég sagði í upphafi þá víxlar málvenja okkar yfirleitt þessum orðum. Við tölum lífið og dauðan en ekki dauðan og lífið. En hér er, eins og ég sagði áðan, lífið, eilífa lífið, lífið eftir dauðan. Því fyrir trú er okkur lofa nýju lífi í ríki Guðs og ég benti einnig á að trúin á Krist gefur okkur nýtt líf og lífsviðhorf hér á þessari jörð og í þeim skilningi erum við endurfædd. Við byrjum nýtt líf líkt og ungi maðurinn sem Jesús reisti upp frá dauðum. Jesús fann til með móður hans. Í sorginni hefur hjarta hennar hrópað til Guðs. Hún vissi ekki að Guð var við hlið hennar og fann sorg hennar og fann til samúðar með henni. Hugtakið kærleikur innifelur samúð. Páll postuli bað ekki samúð þegar hann skrifaði til meðbræðra sinna úr fangelsinu. Hann hafði ekki áhyggjur af þessu lífi því að í Rómverjabréfinu skrifar hann: Ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar hæð né dýpt né nokkuð annað skapað muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Trú Páls var rótföst. Trúin á Krist var hin mikla og sterka huggun í lífi hans. Og ég bið sömu bænar og Páll. Megi Guð gefa okkur af ríkdómi dýrðar sinnar, að við styrkjumst fyrir anda hans, að krafti hið innra með okkur, til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum okkar og við verða rótföst og grundvölluð í kærleika Guðs. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.